Og þessu næsti skiptuðið yfir á Austurland. Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri Austurbrúar. Þú ert í Norðfirði. Jóna, það eru innan við 10 smit á Austurlandi og núna eru rétt 30 í sóttkví. Getum við sagt að Austurland hafi svona sloppið tiltölulega vel? Við höfum allavega ekki fengið svona hópsmitt að því marki sem að margir aðrir landshlutar hafa lent í. Við höfum verið alveg óskaplega heppin. Ég held að það sé svona almennt það sem að Austfirðingar upplifa núna að við höfum verið heppin. En við höfum líka verið mjög varkár þótt það sé erfitt að gefa því eitthvað meira vegi en annað í þessu umhverfi núna. En þetta hefur ýmsar afleiðingar ástandið. Það átti að þegar stóð til að kjósa sameiningu 4 sveitarfélaga. Það hefur verið gert reyndar, en síðan að það fara fram kosning sem sagt næstu helgi. Já, það náttúrulega bara margt sem breytist með þessu umhverfi. Það sem stóð til að kjósa til sveitarstjórnar í 9 sameinuðu sveitarfélaga á Austurlandi og núna á laugardaginn 18. apríl. Og því hefur verið frestað fram á haust eins og svo sem mörgu öðru sem að menn eru bara að vinna í núna að fresta og færa til í ljósi stöðunar og ástandsins. Kúrfan, hún hefur þessi margfræga kúrfa, hún hefur náð hámarki sínu, ég komi ekkert upp á. Eru sveitarfélög og fyrirtæki, eru þau farin að undirbúa að koma atvinnulífinu aftur í samt horf, þannig að hjólinn farið að snúast aftur? Já, auðvitað hafa menn verið að nýta tíma núna. Fyrstu viðbrögðin voru að sjálfsögðu að vernda fólk og reyna að vernda þá starfsemi sem hægt var þegar samkomubann var sett á. Núna náttúrulega bara frá því að það gerist, þá náttúrulega byrjuðu menn að undirbúa hvað tekur svo við þegar samkomubanni lýkur. Og ég held að þetta sé almenn staða hjá fyrirtækjum að menn eru í bara endalausum breytingarstjórnun þessa dagana, menn að bæði að bregðast við stöðuna eins og hún er núna en líka reyna að hugsa fram á við og hvað tekur við þegar samkomubanni léttir og eins þá líka hvernig komum við hjólum atvinnulífsins og í rauninni hjólum samfélagana bara aftur í gang eftir að menn megi orðið hittast og hafa samkomur og fundi og fara á milli svæða eins og með öruggum hætti. Ferðaþjónustan, hún verður fyrir miklu höggi, íslenska ferðaþjónustan. Hvernig hljóðið í ferðaþjónustunni fyrir austan og er verið að undirbúa að hvetja Íslendinga til þess að koma austur í sumar? Já, hljóðið náttúrulega í ferðaþjónustu á Austurlandi ekkert öðruvísi heldur en hljóðið í ferðaþjónustu á landsvísu. Menn höfðu ákveðnar væntingar til núverandi sumarsins eins og það leit út fyrir að verða áramótin. Menn höfðu, og það náttúrulega fyrsta áfallið bara að gera sér grein fyrir að það verður ekki það sumar sem við gerðum ráð fyrir. Síðan náttúrulega bara mikil vinna í gangi núna að reyna að aðlaga rekstur og starfsemi fyrirtækjanna að fá mismunandi sviðsmyndum fyrir ferðaþjónustu í sumar og síðan að sjálfsögðu verið að horfa til heimamarkaðar sem meðan ekki útlit fyrir að það sé verið að fara mikið af fólki til og frá landinu og það við eins og aðrir landshlutar að horfa til þess að hvetja fólk til þess að koma austur. Skoða þessar perlur sem við eigum hér í okkar landshluta og við búum nú við það í Austurland að vera eins langt og þú kemst á Íslandi búandi á suðvesturhorninu þannig að menn geta kíkt á Austurland og haft ágætisferðalag bæði að koma og vera hjá okkur í sumar. Eru ferðaþjónustu fyrirtækin, eru þau að vinna saman að þessu markmiði, sýnist þér það? Já, fyrirtækin eru að vinna saman. Þau eru bæði að vinna saman að finna út úr stöðunni, bara eins og hún bara varðandi sinn rekstur og eins líka að vinna saman í því að stilla saman strengi fyrir sumarið
og Austurbrú sem markaðsstofa landshlutans búin að vera að vinna ýmsa vinnu núna og meðan á þessum samkomubanni hefur staðið í að undirbúa vinnuna, markaðsaðgerðir og annað slíkt fyrir sumari, þannig og átt mjög gott samstarf við fyrirtæki hérna á svæðinu. Þó svo að í bland sé náttúrulega mikil vonbrigði með það hvernig koma erlendra ferðamanna muni ekki vera uppistaðan í sumar, að þá erum við líka sem landshluti vön að taka á móti Íslendingum. Þegar hafa verið góð ferðasumar á Austurlandi þá hefur það meðal annars verið vegna þess að Íslendingar hafa verið að heimsækja okkur. Og það held ég að sé ákveðið tækifæri fyrir okkar landshluta. Og þú lofar góðu veðri? Já, sjálfsögðu. Hver lofar ekki góðu veðri í sumar? Það er náttúrulega, og það er kannski eitt af því sem er ótrúlega skrítið að upplifa að veðurspáin kannski er einn stærsta ógnin við ferðaþjónustu sumar, hvaða landshluta sem þú ert að vinna með. Þegar þú ert ekki með erlenda ferðamenn, þá stýrast Íslendingar voðalega mikið af veðrinu. En við eigum líka fullt af afþreyingar, möguleikum og skemmtilegum svæðum til að skoða þar sem að veðrið þarf ekki að spila stóra rullu. Við bara flöggum því sem að hendar þegar það kemur.